Já, komiði sælir blikar nær og fjær og verið velkomin á Rölti með Heisa. Í dag er ég staddur í Kópavoginum, nánar tiltekið í Víðihvamminn. Þá munum margir spyrja hvað þetta gera hér. Jú, ég ætla að heimsækja hér einn náunga sem sagði við mig daginn að ef hann hefði ekki verið sendur í sveit þá hefði hann sennilega verið einn af okkur betri leikmönnum í fótboltanum í gamla daga. En við skulum pilsa upp á hann og sjá hvað hann er að bardúsa hér inni. Það er alveg ekki heima. Jú, blæsa. Ég segi svona aðeins svona upp á vanaði sko. Já. Við getum bara skoðað á þetta, hvernig við höfum það að mamma dói fyrir það. Já. Og þá fórum við að skoða hann alla dótið hennar. Já. Og þá kemur allir ljós að við sem alltaf gamlega átt nokkur lög og eitthvað meira til. Það var farið í gegnum allt saman. Já. Þá kom í ljós þarna 7 lög til viðbótar allavega. Þannig að þetta eru 11 lög sem voru þarna með höndunum. Og við langaði til að heyra hvernig það hljómaði. Já. Og var svo tónleikum á Róseborg í vor, í maí. Þá hitti ég þessa krakka hérna sem voru að spila konsert og talaði við píanóleikarana og söngkonuna, sagðist vera með nótnabunga hérna sem væri gaman að sjá hvað kemur út úr og þær tóku bungan og spilaði þetta svo fyrir mig í sumar. Og svo það var bara gaman að bæta við trommuleikara og bassaleikara. Ég sagði, gjörðu svo vel, haldið áfram. Og svo heyri ég þetta bara núna í ágúst, hljómsveitin að spila þetta. Þá kom ég til greina að taka þetta bara upp. Það var það flott í þeim, góðu lög, góðu lögvarleikar og þá pantaði ég salinn fyrir tónleikana, upptökutónleika og tókum þetta upp. Þannig verður þetta til og þarna er Breiðablik með 1 lag. Já. En hver tilurðu þess? Ég meina, hver var pappið þinn sem samdi svona mikið af lögum? Hann hét Henny Rasmus og svona samfelldan feril frá 1930, byrjaði mjög snemma að spila og hann er til Þýskalands í menntaskóla, kynnist jazzinu þar, kemur heim 35, stofnar í hljómsveitina Blue Boys, hérna. Og þeir spila mikið og tekur þátt í fyrstu danslagkeppninni sem haldið var á Íslandi, 39, Hótel Íslandi. Átti þar 4 lög, þar kemur Viltu með mig vaka, Anna Maja þessi lög fram fyrst. Og hafa verið vinsælt síðan. Já. Svo er hann hættur að spila 58 þegar við flytjum hingað í Kópavoginn. Já, þú flyttur hérna í Kópavoginn 58. 58, já. Og bjóst fyrstu árin hérna í, hvað hétt húsi sem að? Heitir Barmahlíð. Heitir Barmahlíð. Hlíðar við 62. Já. Þar komum við 58. Já. Og ert þú bara núna að sýsla við þetta sjálfur að pakka inn og platan að koma og... Já, svo þetta lag, Andrés fréttir að þessum tónleikum og setti blikalag þarna sem er saman í 66 þarna. Það er bróðum þessi sem er textan og 10-12 ára gamall, við höldum þessi í 66. Já. Eitthvað sem gamla hefur dottið bara í hug á þeim. Og fréttir að þessu vill fá að fyrir uppskýriháttina var með gamla blika að heyra þá að spila þetta fyrir þá fyrst, það var frumflutt þar. Já. Svo var að spila á tónleikunum um kvöldið, tekið upp. Og hann pantaði bara lagið strax fyrir blikana. Þess vegna tók ég þessa útgáfu bara út úr innútgáfinni til þess að gefa þetta prívat út, eina disk. Heldur hann hafi hent mörgum lögum? Það var einu stund að semja, sko, það var bara spontant. Það fór allt saman, bruttu bara. Útgáfa sér eitt áttuleik. Já. Þetta hefur sterka laglínu.
spennandi þetta. Ég er upp í góð. Fyrsta. Það var komið. Svona þetta. Hvað átt þetta að gera mörg svona? Það er svona því hvað ég fattar mikið af þessu sko. Það var gefið út í 1500 eintökum til að byrja með. Já.